Já, velkomin á Frelsi TV. Ég ætla aðeins að fjalla meira atburðina í Hraunbænum, þar sem að meðborgari okkar lét lífið. Og ég ætla að fara aðeins í rólegheitum yfir málið. Það svolítið misræmi í frásögnum. Og það virðist ekki allt stemma, tímaröðin virðist til dæmis ekki stemma. Samkvæmt fjölmiðlum, ef ég fer yfir það fyrst, þá talað að, samkvæmt Morgunblaðinu, þá talað að lögreglan hafi verið kölluð út 1-leytið í nótt. Og lögreglan segir hins vegar á sínum fréttamannafundi að þeir hafi verið kallaðir út klukkan 3. Og ok, það sem sagt klukkan 3 samkvæmt lögreglunni, þá byrjar atburðarásin. Lögreglan segir á sínum fundi að þeirra, klukkan 3 kemur tilkynning hávaða á Hvelli og lögreglan kallar á sérsveit. Samkvæmt Morgunblaðinu var þetta klukkan 1. Þarna klukkan 3 gerir sérsveitin sig tilbúna og gerir sig tilbúna að fara inn í íbúðina, en þá skotið á þá þegar maðurinn með skjöldin fellur, muniði. Og þá segja þeir hafi kallað út sérsveitina sem sagt. Og það margir reyna bent mér á að þessi svolítið einkennileg afstöðu hugmynd manna með þennan mann sem var sérsveitamannin sem fór niður stigann. Teikning af íbúðinni sem að hlustandi sendi mér og hann búinn að teikna inn á hugsanlegar skotlínur. Þið sjáuð hurðina, þið sjáuð íbúðina og ég reyndar gjóða aðeins eftir því í vídeónu það sem var verið að annan daginn eftir þegar rannsóknarliðið mætti á svæðið. Þá gjóði ég eftir því að þessi teikning virðist vera nokkuð að einhverju leyti rétt. Nú ef ekki, þá vinsanlega sendi mér leiðrétningu. En labbað upp stigann, sjáu þið. Þú kemur hérna og hérna til þess að labba upp. Og hurðin opnast í þessa átt hérna, sjáu þið. Og það þið sjáu rauðu línuna sem mögulegar skotlínur. Og þau sjáu ef að koma skot innan þessara rauðu lína, þá hefði lögreglumaðurinn átt að falla upp að veggnum. Og þannig að það svolítið erfitt að sjá hvernig hann hefði átt að falla niður stigann við þetta. Nema að hann hafi verið nánast bara komin út úr íbúðinni. Þannig að þetta þykir fólki svolítið ótrúverðugt. Og ef við höldum áfram með tímaröðina, ég renni bara yfir hana svona í fljótu bragði. Þá segja þeir að klukkan 6 hafi gasvopnum verið beitt. Og síðan blaðamenn segja að klukkan 6 hafi gasvopnum verið beitt. Það stemmi nú ekki við neitt reyndar. Sjáum hvað lögreglan segir. Hún segir klukkan 3 tilkynning hávaða. Númer 5 aðgerð lokið. Tilraun að hafa samband skila engu. Klukkan 6 byrjað að skjóta gasi. Þá skaut hann tilbaka
Í framhaldi var ákveðið að fara inn í íbúðina. Þá fer lögreglan inn og skotið er þá var skotið tilbaka og skot fór í hjálminn á lögreglumanni. Í framhaldi var skotið á manninn og hann særðist, farið var með hann á sjúkrahús þar sem hann fór skoðað látinn. Þetta er það sem lögreglan segir á sínum fréttamannafundi. En samkvæmt blöðunum þá var klukkan 6 gasvopnum beitt, klukkan 6:50 byrjar lásasmiður að reyna að dýrka upp hurðina. Þeir héldu að hann hefði lægi inni látinn eftir sjálfsmorð og klukkan 10 mínútur yfir 7, klukkan 7:10, þetta er samkvæmt blaðagreinunum, þá er ákveðast að ráðast inn og þar heyrast tölur 50 skot, 70 skot eða 80 skot. Að lögreglan hafi skotið 50 til 80 skotum á þennan mann. Og þið sjáið í einu, ég reyndar að auglýsa eftir því ef að það sem tók þetta vídeo vill senda mér á orginalinn af þessu vídeo, þetta var tekið á síma, sýndist mér eitthvað slíkt. Þar sem að sést þegar að maðurinn er borin út í börunum. Og þeir sem hafa rýnt í þetta vídeo telja sig sjá að það sem búið að breiða yfir mannin eins og er gert yfir látið fólk. Og þannig að það er full ástæðs að skoða það betur. Það virðist ekki alveg stemma heldur. Þannig að þetta virðist vera allt morandi í lygum og staðreyndaskekkjum og svona óraunveruleika sögum. Það stemmir ekki það sem við erum að segja okkur. Og ef við förum aðeins í það sem ég hef sagt að ég tel að honum hafi hálfpartinn verið stillt upp þarna manninum, honum Sævari. Að það sem að ég hef fyrir mér í því er þessi grein sjáðu. Er fjölskyldan hans að tala að hann hafi í raun ekkit þetta að vera að búa einn. Að vera að búa einn var í raun alveg gaga. Hann hefði ekkert enga heilsu í að búa einn. Og hefði verið óðsmanns æði að sitta hann þarna eins og ég sagði reyndar í vídeóinu. Þessar greinar reyndar eru svolítið fljótandi, ég geymdi linkin á þessari frétt og hún var áður með allt annað fyrirsögn og leit allt öðruvísi út. Þannig að það er rosalega pirrandi þegar að blöðin eru með fljótandi fréttamennsku. Og segir fjölskyldan hann réð ekkert við að búa einn. Og erum við með mann sem á við ákveðin geðræn vandamál að stríða. Hann er búinn að ná sér eitthvað þar í byssu og hann er á einhverjum geðlyfjum væntanlega. Og í Bandaríkjunum loksins þá eru þeir farnir að spurja sig hafa geðlyf svona ákveðin sturlunaráhrif. Og eru þeir að tala að það er þekkt að fólk á ákveðnum tegundum að geðlyfjum, þess vegna auglýsi eftir upplýsingum ef einhver veit að hann að Sævar hafi verið á einhverjum stór hættulegu lyfjum. Og hér er þingnefnd í Bandaríkjunum loksins farin að rannsaka þetta, hvort að þetta geti verið. Við samsæringar erum búin að benda á þetta í nokkur áreindar. En það eru þekkt einkenni. Og það er til dæmis bara meðal hermanna líka, til dæmis þessi sem að fór og þurrkað út eitt þorp í Írakaldi hafi verið. Hann drap alla í einu þorpi og hann og einhverju félagar hans. Og það var rakið til lyfja af þessu tagi.
Þannig að það getur verið að sko ekki hafa hún verið bara komið fyrir í þessari íbúð innan börn sem að mjög algengt í svona false flag problem reaction solution aðgerðum, að þá til þess að fá meira drama þá einhvern veginn reynt að tengjast við börn eða það sem að börn eru. Og þau segja reyndar hérna í greininni með þessi ættingir hans, þau benda á þetta, að það hafi verið ótrúlegt að sita hann þarna það sem allt fullt af börnum. Og hérna annað sem ég geri, sem ég hef verið að rannsaka og lesa, það þetta hérna sjáið þið, þetta ritgerð, ég held að þetta sé ritgerð eða könnun. Sjáum hérna, byrjum við. Hvað segir hún? Lokaverkefni til BA-gráði í félagsfræði, í félags- og mannvísindadeild háskólans. Og það þessi hérna Maja Stóp sem að gera þessa könnun. Og hérna hún að taka, hún notar ákveðna rannsóknar aðferð sem að hún notar ákveðna svona viðtalstækni aðferð til þess að kanna viðhorf sérsveitamanna. Og hérna komust við með að renna yfir þessa skýrslu, þá getum við aðeins séð hugafar og hugar ástand sérsveitarmanna. Og hérna vitnað í, hérna gömul frétt frá Helgapóstinum, þótt víkingasyndin hafi gengið í þjálfum sem okkur framandi og hafið yfir að ráða innur hróðalegustu morðtólum, þetta engin hópur af gikkóðum bardagabráðlegangum, þeim væri setta nákvæmlega sömu reglur og forðast valdbeitingu í lengstu lög eins og öðrum lögregluþjónum. Og hérna það virðist nú eitthvað að hafa mistekist þarna. Ég ætla bara að renna í gegnum, ég búin að highlighta eins og við sjáum svona það sem að ég ætla að pikka upp, ég renni bara gegnum hana. Svo talaði hérna vegna þess efnahagsástands sem ríkir í dag og þeir niðurskurði, þá telur sérsveitin 41 mann. Það 41 sérsveitamaður á Íslandi. Vissuð þið það? Ég vissi það ekki. Mér finnst það svakalega margir sérsveitamenn á Íslandi. 41. Og þeir segja hérna að þeir vildu hafa það á 50 eitthvað. 52 vildu þeir hafa það. Þannig að þetta styrkir þessa kenningamyndir að hérna verið að koma með eitthvað konar herveldi sem að ávalla heima á fagra Íslandi. Hérna talað þetta sem ég myndist aðeins á í síðasta myndbandi. Þetta us, them syndrom eða hvað hún kallaði. Og sérsveitarmenn upplifa sig rosalega mikið, þeir eru mjög upplifa sig sem mjög sérstakt fólk og eru mikið með hópnum. Og þeir sem sagt eru miklu meira lojal við liðið sem eru hluta af, sem sérsveitin. Og þið sjáuð hérna að hérna talar, þessi nöfn eru breytt út, þetta er ekki raunveruleg nöfn. Hún skiptir nöfnum á þeim sem hún talaði við, áttuð ykkur á því. Og hérna segir hún við og þeir þessna sjáum við til dæmis eins og þessa handtöku sem var dæmt í núna í héraðsdómi. Þessi setning hérna endurspeglar þetta rosalega, svona þeir sem bara brotamenn fullir út á götu eða eitthvað svona vandræðasekir í augum við þessara manna. Og þannig talaði þessi sérsveitamaður haugana. Þegar talið beindist að síbrotamönnum sem að sérsveitin þurfti oft á tíðum að hafa afskipti á. Þið sjáum og þetta haft beint eftir það sem þeir sögðu. Ég held að þessi kona
hún tók öll viðtölin upp á seguband og skrifaði síðan niður alveg bara með og hæ og öllu nákvæmlega sem þau sögðu. Þannig að þetta orð haugana, þá er þau að tala fólk, Íslendinga, meðborgara sína. Þetta er það sem að sérsveitarmaður bara hreinlega sagði. Og þá komum við að einkennisfatnaðinum og hérna sjáum við hvað þeir segja líka. Þetta er bein tilvitnun í sérsveitarmenn líka. Það sem hann segir, við erum grímuklæddir og það er svona ástæða fyrir því. Ein af mörgum ástæðum er að afbrotamaðurinn verður svona hræddari þegar hann sér svona grímuklædda lögreglumenn koma. Og þá horfi ég á þennan mann sem einn af okkar minnstu bræðrum. Hvernig haldið þið að honum hafi liðið við þetta sjokkan dæmi sérsveitarinnar? Hvernig og vera að skjóta 50 til 80 skotum. Þið sjáum alltaf þetta er óréttalætanleg hegðun hjá sérsveitinni. Og og svo er ég tala Finnlandshetturnar, það er líka til þess að ræða þá í þessu tilfelli fórnarlambið. Og þeir vita semst af því, þessir sérsveitamenn, og þetta er bara þeirra eigin orð, þeir vita af því að koma þeirra á vettvang í þessum múnderingum sínum hefur ákveðin áhrif á fólk. Og þannig að maður hlýtur að spurja sig hvað gekk þeim þá til að koma svona að manni með geðræn vandamál í kringumstæðum sem hann hafði í raun enga stjórn á. Og og síðan komum við þannig að þetta er miklu alvarlegra mál heldur en ég held að fólk átti sig almennt á. Þetta er í raun alveg og og þetta styður þessar kenningar mínar að þetta hafi verið svona planað, þessar kringumstæður. Kemur einn fordómurinn enn frá sérsveitamanni. Þessir Hells Angels í Danmörku er á bótum vegna þunglindis. Þarna kemur fordómur gagnvart fólki sem á við þunglindisvandamál að stríða. Síðan síðan er sérsveitamaður spurður og það reyndar samkvæmt könnunum líka sem hún vitnar í að sérsveitamenn virðast mikið koma hægra megin frá í stjórnmálunum. Þeir samsvara sig meira í þær pælingar og sérst í þessa pælingu og þessi baggar á þjóðfélaginu eigi bara helst að losa sig við eitthvað slíkt. Og talar hann einmitt það að hann hefði gengið í Sjálfstæðisflokkinn til að geta kosið Björn Bjarnason. Og þið sáuð í síðasta vídeo hvernig ég tengi Björn Bjarnason við erlenda mafíu sem heitir Bilderberg, New World Order mafía sem er hættulegustu skipulögðu glæpasamtök heimsins. Og þið getur bara hort á þau vídeo, ég ætla ekki að fara út í það hérna. En það er ekki bara hann sem að tala þetta, þeir eru nánast allir þessir sem að vörðu fyrir svörum virðast hafa mikla ástúð á Birni Bjarnasyni. Og ég bent á því í síðasta vídeo líka að það eru því líka medalíur sem eru að senda til Bjarnar og þetta samband er svakalega einkennilegt allt saman. Og hérna sjáum við annað að þetta eru einkenni heilaþvottar. Þið vitið það að hermenn þeir ganga í gegnum ákveðna heilaþvottastarfsemi, þetta sem kallast bootcamp eða
eða grunnþjálfun heitir hann sannlega. Það heila þvottar uppskrift sem að aftengir fólk frá að vera mannleg. Þetta er þekkt alveg eins langt aftur í mannkynni og við getum rakið okkur að þessi bootcamp til þess að fólk sjái fórnarlömb sín í stríði til dæmis, að fólki sem að drepa þeir sjá það sem hinir og að og þá tala þeir alltaf sjálfa sig sem við hópurinn, við sérsveitin og þið sáu þetta með þess að fréttamannafundinum, það komur okkur svona frasar þar í gegn með þess að og þið sjáuð með þess að aðal ríkislögreglukallinn hann segir bara já, nei, okkar sálfræðingur fór bara yfir þetta með þeim sko. Já, ríkissaksóknarinn okkar hérna ætlar að kíkja á þetta og þetta allt svona bara einhver enga klíka hjá þeim sem er alveg fáránlegt sko. Og og þeir eru að svara fyrir hönd hópsins. Þannig að þetta er ástæðan fyrir því að menn fara í bootcamp og þeir eru líka til dæmis sem vita með heilaþvott að þú sviptir fólk svefni og fleiri slíku. Það því að við séð þetta í bíómyndum væntanlega. Og það það sama með til dæmis lækna. Ástæðan fyrir því að læknar eru keyrðir í gegnum þegar við séð í R og svona, þeir eru keyrðir í gegnum ákveðin þreytu tímabil, nokkur ár eru þeir svona læknar á undirmönnuðum stofnunum og þeir eru með óreglulegan svefn og fleira slíkt að læknar eru líka heilaþvegnir með sömu tækni og þegar þú ferði gegnum svona kringustæður þar sem að þú tapar svefni og ferði gegn þessa grunnþjálfun þá hættur að treysta á sjálfan þig hvað þér finnst og svona þú tapar þú tapar manneskjunni í þér og ferð bara í procedura og það það sem að stjórnendur þessara hópa nota þetta fólk í sko þessir lögreglumenn þurfa ekkert að halda Björn Bjarnason sé einhver vinur þeirra Björn Bjarnason bara að nota ykkur strákar þetta ekkert flókið og farið bara aðeins að lesa ykkur til heilaþvott og hvernig fólk dehumanized ég veit ekki hvernig maður nota það á íslensku mannhelgin tekin af ykkur þegar þið eruð í þessum hóp og undir þessum heilaþvottar aðstæðum þá eruð þið eiginlega ekki lengur hluti af mannkynni þið tilheyrið drápsvélum sem eru hannaðar á mjög vísindanlegan hátt af elitumafíunni og ég þekki reyndar ég veit á kunningja sem ég veit að í sérsveitinni og þið eru opbóðslega og ég þekki nokkra lögreglumenn og ekki fara að taka þetta eitthvað persónulega þetta snýst eins og stendur alltaf í endanum á vídeóinu hjá mér þetta snýst ekkert persónur og leikendur sko við Íslendingar erum öll fórnarlömb í svona kringustæðum að því að veikasti hlekkurinn í okkar þjóðfélagi nákvæmlega staðan sem við erum í sem þjóðfélag kannski svolítið flókið eins og þetta kemur út í mér en þetta nefnilega þetta svo dýrmætt sem við höfum átt sem frelsi og réttlæti í þjóðfélaginu og það svona sem að það kerfisbundið brotið niður í þjóðum og til ykkar sérsveitamanna að sko þið verðið kannski gamlir og svo kemur ykkar tími til að fara yfir móðuna miklu en börnin ykkar og barnabörnin þau sitja eftir í hræðilegu þjóðfélagi þetta sem í gangi hérna hefur alltaf í gegnum alla mannkynssöguna endað í viðbjóði þetta vegurinn til helvítis og þið eruð kæru sérsveitamenn þið eruð varðhundarnir sem að reka sauðféð niður þennan veg bara það sé á hreinu en ég vil blessa ykkur sem meðbræður í mannkynni ekki fara að taka þetta persónulega og
og ég veit að þið það þarf voða lítið það að gerast til dæmis mikið í Bandaríkjunum þar sem þeir eru komið miklu lengra. Þeir eru lögreglan bara farin að kýla 8 ára krakka í andlitið bara út á götu og þeir eru farin að skjóta 13 ára gömul börn út í garði þegar þeir voru að leika með plastbyssur og þetta endar þarna. Þannig að það er óbúslega mikilvægt að þið vaknið, að þið fræðist og á sama hátt og það er það sem ég fer inn í næst að sérsveitamenn eru að mörgu leyti yfirburðar menn. Þetta er fólk sem að stóðst þessa þjálfun og þessi þjálfun er náttúrulega hreint helvíti og þessir menn eru að atgerfi ákveðnir yfirburðar menn og ég virði það. Ég er ekkert að gera lítið úr því. Það er alveg satt. Þetta eru alveg svakalegir jaxlar, sko. Og en á sama hátt í gegnum mannkynssöguna hefur þetta alltaf farið á versta veg. Og er einmitt talað það, fremst er meðal jafningja, að sérsveitamenn eru mjög ánægðir með sinn árangur og allt í góðu lagi með það. Og þannig talaði þessa húfuna sína og nýliða námskeiðið og hérna lýsir einmitt einn þegar maður tók allar sína takmarkanir og hendi þeim út í hafsauga og þetta breytti maður alveg rosalega mikið, sjálfstraustið bara og öll líkamlega andleg geta bara alveg stóru batnaði að ég ætla að hætta að tala beint til sérsveitamanna og tala almennt þeir sem sagt upplifa rosalega breytingar og það er þessi sko til dæmis ef að ég lendi í slagsmálum og ég hef nú reyndar verið svona alveg frá því að ég var krakki ég var reyndar ég man eftir einu tilfelli amma mín sagði mig frá því ég var eitthvað bara 5-6 ára þá segir hún, amma, já þú komst hlaupandi inn, grátandi og við spurðum þig, Axel, hvað, Axel Pétur, hún kallaði hann alltaf Axel Pétur. Sagði, Axel Pétur minn, hvað er í gangi? Hvað er núna? Og ég sagði, já, nágrannastrákurinn, hann var að lemja mig. Og ég fór inn að klaga í ömmu og sagði bara, að hann var að lemja mig. Og amma sagði bara, kíkt út um gluggann og sagði, heyrðu Axel minn, þú ert miklu starri, farðu bara og lemd hann tilbaka. Og ég sagði bara, nei, þá get ég meitt hann. Þannig að það er ekki þótt að þú sért sterkastur. Það þýðir ekki, það er raun mesta ábyrgðin að vera sterkastur. Og svo þegar ég var ég held ég að vera í 12 ára bekk, þá var ég í bekk með strák sem var með hann var með skal ég segja þér vandamál sem var hann var með eitthvað sjúkdóm þannig að það var storknaði ekki í honum blóðið og mamma hafði rosalega áhyggjur af því ef hann hefði lent í slagsmálum þá hefði honum hreinlega getað blætt út og þannig að hún vissi að ég var einn af þessum sterkustu strákum í bekknum þannig að hún bað mig fyrir honum hún kom hann ég man alltaf eftir þess ég var í fellaskóla og hún kom og talaði við mig, var óbúslega góð hún kom með eitthvað svona salgæti til þess að múta mér því að hún var verulega hrædd strákið sinn sko hún kom með eitthvað svona súkulega hvort það var kók eða hún kom með eitthvað eða kökur eitthvað, hún gaf mér eitthvað og settist með mér hana út undir vegg í fallaskóla og ég skildi þetta ekki alveg fyrst sko fast það voru alveg skrítið en ok, ég var alveg til þetta og svo var hún búin að gefa mér góðgætið og þá byrjaði hún að tala með heyrðu Axeli þú veist og sagði nafnið á sinni sínum hann á við svolítið vandamál að stríða það sko ef einhverju lemur hann eða hann verður fyrir höggu þá blæður honum alveg rosalega mikið og það getur einfaldlega þýtt að honum blæði það getur verið meiri hátta mál
og hún bað mig fyrir honum. Það sem sagt, ef hann lenti í einhverjum vandræðum, að þá myndi ég svona hafa gætur á honum. Já, ekkert mál, ég skal gera þetta. Og og svo leið og beið og hann lenti svo sem ekki neinu vandræðum hann í einhver tíma. Svo varð guttinn, það var þannig smá þjófnaður í skólanum. Og ég vissi náttúrulega að ég reyndar stal ekki á þessum tíma og hef aldrei stólið þannig sko. Og það vissu allir hver þetta var, hverjir þetta voru sem stálið hann. Og það var hann að harðsvoru klíka sem að komst að því að hann hafði kjaftað. Það var myndaður hringur hann og farið að berja hann, þennan strák sem að hafði viðkvæman blóðsjúkdóm. Og þeir bönkuðu svolítið á hann og ég stóð þarna hjá. Þetta var svolítið erfitt fyrir mig, þeir voru svo margir, þeir var verið eitthvað 5-6 sem voru þarna að gera sig reiðubúin að berja hann. Þeir voru reyndar ekki, það voru aldrei slagsmál eins og við sjáum í dag, þess að menn eru komin í götuna og sparkaðir í kjötak sko. En þeir voru svona að byrja að hrinda honum og svoleiðis. Og ég stóð þarna aðeins álengdar og var að vona að þeir myndi nú hætta þessu. Það vissu allir að hann hafði, þessi strákur átti vandamál með blæðingar. Og svo sló einn annan í öxlina mjög svona bara með nefunum og það var signali fyrir mig. Nú fattaði ég að þeir ætlaði að fara að berja hann. Og þá fer ég inn í hringinn, bara beina línu inn í hringinn sem heyrðu, stopp, þið getið ekki lamið hann. Þið vitið, eða svona, fór bara að segja stopp. Og og þá bara þessi 5 gurur, já, ok, þá bara tekur þú högginn og þeir buffuðu mig í staðinn sem var alltaf leið, ég þoldi það alveg. Það er bara til eina viku og allir marblettinni farnir og ekkert mál. Þannig að þess vegna er svo mikilvægt og það er ábyrg ykkar sérsveitamanna að passa okkar að passa upp á okkar minnstu bræður. Og í þessu tilfelli í Hraunbænum þá stóðust þið ekki prófið. Við sjáum allir Íslendingar sjá að þessar kringustæður réttlæta ekki þessar aðgerðir sem þið framduð og þetta gengur ekki upp hjá okkur. Lygasagan gengur ekki upp, að standa saman gengur ekki upp, við sjáum þetta. Það sjáum þetta allir. Og það er alveg sama hvað þið þjappið ykkur mikið saman og spilið mikið í fótbolta, það breytir engu. Við sjáum þetta. En ef við höldum aðeins áfram að lesa þessa frábæru skýrslu þá fá þeir alpahúfu með giltri lögreglustjörnu og þið munið að Björn Bjarnason fær svona stjörnur frá þeim sem enginn annar fær og allt þetta og þetta er alltaf voða flott. Sko það er mjög mikilvægt fyrir okkur Íslendinga að hafa góða sérsveit, ég er ekkert að gera lítið úr því. En við höfum ekkert að gera með sérsveit sem var að störfum í Hraunbænum. Þá sérsveit höfum við enga sérstaklega þörf fyrir. Og koma þeir aftur inn á þetta presence, að koma með svaka látum inn á vettvang. Og það náttúrulega slík vinnubrögð passa ekkert við það sem var í gangi hann í Árbænum. Það stemmir bara ekkert. Það hljóta allir að sjá sem hafa einhverja lágmarksgreindavístölu. Og svo kemur í þessari skýrslu, ef þið sitið inn í Google þá vikingasveitin.pdf þá held ég að þið finnið þetta. Þetta er á skemmun eitthvað þar. Ég get ekki linkað hana, það er einhver lás á linkun eitthvað slíkt. Og ég nenni ekki að hakka það, sko. Ég hef bara verið að leita í Google. Þannig að þetta er ekki alveg að ganga upp. Þetta er sko ekki alveg að ganga upp, þessi saga. Og það gengur í raun miklu betur samsæriskenningi mín. Hún steinliggur, eða hún gengur upp. Og það er bara pínu skeri að það gangi upp. Og þetta sem að ég talaði false flag og problem reaction solution, við vitum það að lögreglan hefur verið að suða það núna í nokkur ára að fá meiri vopn. Þeir vilja helst vera með all vopn á sér alla daga.
að það er svo mikið hreiðverkamönnum upp í hverjum ljósastöður. Og við sjáum að ég mónitora alltaf það sem kemur á eftir svona atburðum, af því þar eru oft helstu vísbendingarnar að það hafi eitthvað óeðlilegt verið í gangi. Og í þessum atburðum, það er engin undantekning í þessum atburðum. Það er að koma 2 kröfur fram hérna. Það er aftur áfram með þetta vopnaburðarmál að auka vopnaburð lögreglunnar sem ég tel að sé stórhættulegt og bara rugl. Og það er líka komið fram krafa að stjórnvöld geti svipt menn sjálfræði. Án þess að tala við fjölskylduna eða kóng og prest. Áttu ykkur á því hvað það er mikil hætta í því. Að innanríkisráðherra og svona læknar sem hafa farið í raun gegnum þessa sömu heilaþótta aðferð og sérsveitamennir að þeir vilja fara að auka vopnaburð lögreglu og að geta svipt bara hvert sem er sjálfræði. Og sjáum við það. Hanna Birna lýsir sig tilbúin að skoða hugmyndir auknar heimildir til vopnaburðar. Finnst þetta ykkur ekki svakalegt bara strax í kjölfarið á þessu? Og svo sjáum við viðtal sem að ég hjó eftir, ég ætla að spila það fyrir ykkur. Sjálfræði það nánast eingöngu að frumkvæði ættingja. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir þetta fyrirkomulag úrelt og ástæðu þess að aðstandendur veigri sig við því að svipta fjárveika einstaklinga sjálfræði. Dæmi það eru systur byssumannsins í Árbæ. Þórhildur Þorkelsdóttir segir frá. Í lögum sjálfræði stendur að þeir sem geta farið fram á sjálfræðissviptingu séu maki, ættingjar og systkini, lögráðamaður eða ráðsmaður þess sem á í hlut. Já, þið getur náttúrulega bara hort á þetta viðtal sjálf. Það er svo mikið að spila það meira hérna. En þessir 2 punktar og það eflaust eftir að koma fleiri punktar, ég er ekki viss það. Ég get svo sem ekki, ég efast það getur fundið upp í allt fáránlegar hugmyndir eins og þessar 2. Að áttu ykkur á því hvað er hættulegt ef að ríkislögreglustjóri, innanríkisráðherra að þetta leiði bara með sjálfræðissviptingavaldi bara 1, 2, 3. Það var fólk bara tekið í spennudreyju á einhvern spítala og sprautað til dauða. Sko. Ég reyndar varð vitni að því. Vinkona mín var að vinna eða fyrirverandi kærasta mín var að vinna á Borgarspítalanum og þá kemur hún heim eitt kvöldið eða morgun, ég man ekki, þá var hún búin að koma einhver maður inn, þetta var svona öldrunadeild einhver og þar kom maður alveg bara kicking and screaming eins og maður segir, hann var alveg brjálaður og það er oft opaslega erfitt með að díla við hann og hún var svo reið og bara hún var út í þennan mann og notaði öll vestu orð sem hægt var að hugsa sér grei mannin sem var átt eitthvað bátt bara. Og svo segir hún já og hjúkrunarkonuna sprautaði hann bara niður. Hann var bara sprautaði niður sko. Hann var svo ómögulegur. Og og morgunin eftir var hann dáinn. Þannig að það er verið að drepa okkur hægri vinstri. Það virðist vera bara orðið minnsta mál í heimi. Ef þú ert með eitthvað vesinn á öldrunadeild eða í einhverjum spítala eða út á götu, þá er bara réttlætanlegt að drepa það. En það sérðu hvernig þetta fólk hugsar okkur. Það er bara haugana. Að hver kallar meðborgarana sína hauga? Pælið í því. Horfið svo framkomu, sko þetta ágerðist í búsáhaldabyltingunni. Þið munið fyrstu mótmælin voru það sem að Geirjón, sem er náttúrulega supergóður lögga, ég myndi mælast til þess reyndar að hann er því. Við þurfum að endurskoða bara alla þessa yfirstjórn lögreglunar, en Geirjón er nú maður sem að geta hugsanlega unnið eitthvað af einhverju viti, sko. Nema hann sé algjörlega, ég þekki ekki aðstæður hans en eitt líkt, ég bara manna eftir honum úr þessu vörubíladæmi og þar hagaði hann sér eins og venjuleg íslensk lögregla. Síðan munið það var upp á Höfða eitthvað tíma, þá byrjaði þarna gasdæmið og það er í raun heröskur gegn íslensku þjóðinni.
ég tel að þann daginn hafi stríðið gegn almenningi á Íslandi byrjað og það stríð í gangi. Reyndar það economic stríð en núna það að fara yfir í hart stríð. Það að fara, nú fyrir að sjá vopnin verist vera. Og endilega ef þið hafið einhverjar upplýsingar eða athugasemdir við það sem ég að segja, þá endilega sendið það til mín og ég vil bara alveg hafa það á hreinu og ég samreikist náttúrulega fjölskyldu Sævars og bið fyrir Sævari sjálfum. Þetta agalegt að lenda í svona kringumstæðum og bið líka bara fyrir öllum sem eiga við vandamála stríða á Íslandi. Íslandi með hæðstu geðlyfjanótkun í heimi og það eru þekkt aukaverkan að fólk snappar hægri vinstri og svo vitið að eins og Gerald Celantis segir að þegar fólk búið að tapa öllu að þá tapar það sér. Það verður óbúslega reitt þegar búið að snuða af þér allt ævi starfið með óleglegum lánum og með skipulagðri glæpastarfsemi og þú situr eftir með fjölskylduna bara á köldum klakanum eða situr bara þarft að vera í einhverju leigu og borga 200.000 eða 100 eða bara fáranlegar upphæðir í leigu þá tapar fólk sér og nú bara verið að raða upp aftökusveitunum og bara já, tapið ykkur bara hvenær sem við erum tilbúin og með 50 vélbyssumenn og þeim munið að Björn var að rífast það að fengi ekki að flytja inn hertrukka og fleira slíkt og skriðdreka og við vitum reyndar að það hefur verið gríðarleg hernaðar uppbygging í landhelgisgæslunni og ég á eftir að fjalla það seinna að þeim munið Guantanamo dæmið og þessi black site sem þau kölluð, það sem voru svona pyntingabúðir út allan heim, það var svo mikið vesen að vera með þetta inn í Londonum að núna þau bara með þetta í skipum og hver var að fá nýtt skipið, hver var það eftir? Var það ekki landhelgisgæslan? Og landhelgisgæslan ekki einhverjum verkefnum, herverkefnum út allan heim? Þannig að endilega reynum að grípa í handbremsuna sem allra fyrst og og ég vona svo sannarlega að við náum að vinda ofan af þessu. Takk fyrir og bless.